Jæja, komið sæl. Ég býð ykkur hjartalega velkomin að hlusta á hádegisrað Rannung, til að hlusta á Hanni Kristínu Heimisdóttur tala meistaraverkefni sitt og ég vissum að langflestir í minni þekkjana en hún hefur auðvitað margra ára starfsreynslu í leikskólum og í leikskólastjórnun undanfarin ár á ýmsum stöðum og ég held bara að það verði virkilega gaman að fá að heyra hennar innlegg hér og virkilega gaman að sjá hvað margir eru hér og takk ykkur fyrir að bara gefa ykkur tíma þegar að vorið aðeins komið. Gjörðu svo vel. Takk. Komið sæl og takk líka fyrir að koma svona mörg. Og ég náttúrulega stóla á það að við séum að fara í rapp frekar heldur en að ég sé að fara að hafa fyrirlestur. En gaman að sjá ykkur að aðeins að trufla þig hérna með smá stóla. Er það ekki rétt hjá mér að eitthvað svona tæki fylgir mér? Jú, sko, hérna er mikrofón og ef að þið til dæmis þurfa að spurja hana því að heyrum vill hafa rafn, þá er ykkur óhætt að tala og það heyrist á upptökunni. Já. Já, við skoðum sem sagt efnislegt umhverfi í leikskóla og leikskóladeildum og ég lauk sem sagt 2010 átti að vera búin að kynna hér fyrr en það hefur dregist. Tíminn náttúrulega líður bara svo hratt og leiðbeinendur mínir voru Alison McDonald og Kristín Volkar og ritgerðina sem sagt kalla ég bara umhverfið sem þriðji kennarinn og svo nota ég þennan undirtitil sem að kemur frá einum þáttakenda, einum deildarstjóranna, börnin vilja gjarnan innrétta sjálf. Og í dag langar mér sem sagt til að við tölum aðferðafræðina, hún varðist aðeins fyrir mér og einnig það hvernig vald yfir umhverfinu er stundum veitt börninu. Hvaða flækjur það getur haft í för með sig. Og ég vil gjarnan sem sagt hafa þetta þannig að við bara röppum til grípið fram í og spyrja. Nú við sem sagt unnum starfverndarannsókn og það eru sem sagt 6 deildarstjórar í 4 leikskólum í Reykjavík. Sæloflessu, gaman að segja það. Og það er sem sagt spírarferli við starfverndarannsókn sem er þannig að vandi er ákveðinn, vandi eða aðgerð og síðan er söfnun og skoðun gagna við þá aðgerð sem gerð er eða áður heldur maður leggur af stað en maður ákveður að skoða fyrstu vandan einhver tiltekinn vanda og það er náttúrulega þannig að í þessu vandinn við þetta var sem sagt kannski að ég átti frumkvæðið að starfverndarannsókninni en þær áttu deildarnar og höfðu sem sagt sín ítök þar þannig að við erum allar að vera voðalega kurteisar og tillitsamar hverju aðra. Leiðbeinendur mínu sagði að það þyrfti maður alltaf að vera en það er svolítið líkt mér að vilja bara ekkert vera mjög tillitssöm heldur bara æða svolítið fram og en ég lærði ábyggilega heilmikla tillitssemi en leiðbeinendur mínu sagði mér að það þyrfti maður alltaf að sýna við rannsóknir og valdefling er sem sagt mikilvægur þáttur við starfverndarannsóknir og en jafnframt sko gagnrýnin ígröndun og ég hef svolítið hugsað það að sko þetta er einhver svona ás sem að maður er að hreyfa sig á
Maður verður að vera tilbúin til þess að rífa sundur og afbyggja til að setja saman á einhvern nýjan hátt. Þannig að maður, sem sagt, valdeflingi verður auðvitað að koma innanfrá. En þarna áttum við í soklum vanda, þetta ekki alveg auðvelt. En síðan sem sagt næ ég í mín rannsóknargögn með því að taka viðtöl og gera þátttökuathuganir. Þannig að ég sem sagt tók viðtöl við deildarstjórana og var með á deildunum þeirra og skoðaði. Og það í rauninni þær niðurstöður sem að ég kynni í ritgerðinni. Þó að við höfum átt samtöl sem að við til dæmis komum aftur að í viðtölunum. Þær aðgerðir sem að gerðar voru á deildunum, það gat til dæmis verið að lækka borð, færa í aðgengi eða breyta sem sagt staðsetningu, opna hurðir, gera innsetningar sem við kallum, setja inn stafróf, litavasa, litafilmur og sjá viðbrögð barnanna. Það voru búnar til upplýsingar, til dæmis aldur barnanna og síðan sem sagt samskipti þeirra. Komið þið sæl og blessu, gaman að sjá ykkur. Verið velkomin. Og það gat þá verið upplýsingar aldur barnanna sem var gert og svo voru samskipti þeirra skoðuð. Fært í aðgengi, það var til dæmis man ég eftir afmælisormur sem var sem sagt færður ofan af vegg, hátt upp á veggvaran, færður í aðgengi, þannig að hann varð fyrir þau allt aðrar upplýsingar að lesa úr og við sem sagt skoðuðum og það skiptir svo miklu máli fyrir mig að hvort að ég að skoða þið veitir 10. hæð á Hallgrímskirkju eða hvort þetta við nefið á mér og þau gerðu þá notuðu upplýsingarnar á annan hátt og bjuggu í rauninni til nýjar upplýsingar fyrir okkur til að halda áfram með og skilja þau betur því afmælisorminn var einhver sem sagði að það vantaði upplýsingar barn sem var á næstu deild. Og þá gat maður að hugsa, já, þau ekkert að hugsa bara mitt deildarsamfélag. Heldur eru þau að hugsa líka vinina á hinum deildunum og þau að safna saman upplýsingum sem þau vilja staðfesta fleira fólk heldur en bara það sem við ákveðum. Eins pabbi minn á afmæli í júní og þá vantaði pabba því hann náttúrulega líka í þessu samfélagi. Og þá sem sagt verða til upplýsingar sem að við getum elt. Já, og við náttúrulega fjölluðum heilmikið og ég hef heilmikið hugsað síðar hver má loka hurðum, hver má opna hurðir, þetta eru svo einfaldar aðgerðir, hver má fara óhindrað á milli svæða og hver má það ekki. Og við sem sagt skiptumst á að hafa fundi í leikskólum þáttakendana og eins og ég segi þá sem sagt áttu þær náttúrulega leikskólana og hugsuðu alveg afskaplega vel mig en ég verð samt ekki þáttakandi með í rauninni sömu völd en svo tek ég mér völdin að skrifa ritgerð málið og hafði náttúrulega kannski, ég sem sagt á frumkvæði að þessu og má kannski segja að ég hafði auðvitað ríkra hagsmuna að gæta þó að ég það var mér í hagað að ég fengi heilmikið út úr þess öllu saman. Viljið eitthvað spyrja út í þessar pælingar rannsóknar sniðið? Já.
Ég bara ekki beint það, en þegar þú varst að tala ígrundum í upphafi, þá fór ég að hugsa sko, ég held að leikskólakennarar, kannski ég held það samt, en það er næstu veit að gefa sér svo sjaldan tíma til ígrundunar. Sko, þú ferði í undirbúningstíma og það þér finnst þú þurfa að gera eitthvað, vinna í tölvunni eða gera eitthvað svoleiðis, en ef þú eyðir heilum undirbúningstíma eða klukkutíma eða 2 tíma eða hvað það í bara að sitja og hugsa og kannski pára eitthvað hjá þér eða eitthvað, þá finnst þér þú aldrei hafa verið að gera neitt. En ég held að þessi ígrundun að gefa sér tíma til að hugsa sé svo mikilvægt. Og við þurfum að sko, allt sem stendur í bókum og eitthvað svona, það er auðvitað ígrundun einhvers annars. Og ígrundur leikskólakennarans okkar sem sagt kannski alveg jafn mikil svið. Og þá vil ég bara bæta við að hún á að vera gagnrýnin ígrundunum. Já. Má ég spyrja hvaða aldur var að deilda? Það sem sagt mismunandi aldur, já. Þannig að við vorum í rauninni að spanna leikskólaaldurinn. Já. Má ég spyrja þannig, þú talar starfendaransóknin, sem sagt að deildarstjórar hafi unnið þetta sem starfendaransókn. Já. Fengu þeir kynningu á starfendaransókn eða var það bara svona orðað við þær eða í hverju starfendaransókn? Já, ég tel að við höfum sem sagt farið bara það ferli eins og starfendaransókn. Já. Og sem sagt þær í rauninni eignuðust rannsóknargögn sem að ég hafði ekki sama aðgang, ekki aðgang að nema í gegnum þær. Ég sem sagt hélt því aðskildu þannig. Já. Mér finnst það athyglisvert það sem að tala þarna hagsmuni rannsakandans eða þína hagsmuni. Þetta alltaf rosalega flókið og margar siðferðilegar spurningar. Þannig náttúrulega deildarstjórarnir sem að vinna með þér, þeir hafa ákveðna hagsmuni og börnin hafa og foreldrarnir og allir hafa í raun og veru einhvers konar hagsmuni og ef allir læra þessu þá græða allir, ekki satt, sem að venjulega gerist reyndar. En það er svona, en svo hafið þú ekstra hagsmuni því að þú þurftir að ljúka þessari ritgerð og Já, svona annars konar einmitt. Já, en þetta veldur oft svona ákveðinni tókstreitu og skapar margar svona siðferðilegar spurningar. Lentir þú í einhverju svoleiðis? Sko, við náttúrulega skiluðum skýrslu og þá sem sagt eru til dæmis nöfnin þannig að þetta eru svona 2 fasar þannig að ég sem sagt segi það til dæmis að ég get ekki gætt fullra nafnleyndar en það er það sem sagt hugsun mín að það hafi orðið til þannig þekking að þær gætu í rauninni nýtt sér síngögn til þess að koma og vera með fyrirlestur. Og náttúrulega þeirra þekking sem að ég er að reyna að segja frá þó að síðan að það séu þetta alltaf litað af mér sem eins og sagt er að rannsakandinn sjálfur er mikilvægasta verkfæri og það kemur bara í gegn hver ég er. Nú rannsóknarspurningarnar ég sem sagt bútaði viðfangsefnið svona niður í 3 spurningar og til að hafa áhrif á leik, samskipti og styðja við sjálfræði barnanna. Og í ritgerðinni þá sem sagt fjalla ég á fræðilegan hátt hvert hugtakanna, sem sagt leik, samskipti og sjálfræði með vísan í fræðimenn. Og á leiðinni þá fann ég ný hugtök sem að mér fannst vera áhugaverð og það er nú sjálfsagt vandinn. Og það er sjálfsköpun og stofnana sjálfræði sem að mér fannst vera áhugaverð hugtök og Núrdín Huldmann, hún skoðaði í sænskum leikskóla og
með samanburði við enska efnislegt umhverfi og sem sagt hvernig það er nýtt og vannýtt. Hún er nú mjög kritísk. Hvað heitir hún? Elisabeth Nordin Hultmann. Og hún sem sagt skoðar það út frá kenningum Foucault og talar sem sagt sjálfsköpun. Og hún börn eru alin upp í hópum en hafa hvert og eitt sinn bakgrunn og búa við mismunandi aðstæður, eru hvert og eitt sérstakur einstaklingur. Og hún sem sagt talar að það sé sama mælistika hæfni og vanhæfni notuð á öll börn og viðtekin viðhorf hjá okkur í leikskólanum búi sem sagt börnunum mismunandi möguleika til sjálfsköpunar, til að skapa sig sjálf, til að skapa sér ímynd sjálf sig. Og börnin eru sem sagt ekki eingöngu skoðuð í ljósi ákveðina viðmiða, heldur skapa þessi viðmið einnig börnin eftir því hvernig þau falla að kröfum viðmiðana. Og hún er sem sagt mjög kritísk, þessi kona. Ég hefði mjög gaman að því að lesa hana. Síðan sem sagt talar hann er talað stofnana sjálfræði. Og þá er það sem sagt Kampmann, þessi Dani, hann sem sagt talar að hólf, skúffa og sæti við matarborð sé oft það sem að börnin hafa á eigin forsendum. Talar hið sitjandi barn og og það er sem sagt með rannsakendur með honum eru sem sagt Kirkeby og Gitz Johansen tala stofnana sjálfræði og leggja áherslu á að sníða þurfi umhverfi skóla þannig að öllum sé ljóst til hvers ætlast er í umgengni. Það þurfi að viðurkenna að börn komi frá mismunandi heimilum. Þetta er mikið í ljósi sem sagt fjölmenningar samfélaga. Börn komi frá mismunandi heimilum þar sem ólík viðmið gilda. Börn eigi ekki að þurfa að búa við það að vera stöðugt leiðrétt af því að þau brjóta reglur sem ekki eru þeim skýrar og ekki eru kannski sömu reglur og eru heima hjá þeim. Þannig að þegar við segjum að við ætlum að hafa heimilislegt umhverfi, þá þurfum við að hugsa heimili hvers ætlum við að endurskapa í leikskólanum. Eru það blómagardínurnar hennar mömmu eða er það hrærigrauturinn heima hjá mér? Og við þurfum að ákveða, vita það að við eigum ekki einsleit heimili. Og mér fannst þetta mjög gaman að lesa þetta því þetta er svo gagnrýni. Nú í lok ritgerðarinnar þá sem sagt svara ég spurningunum í nokkrum til að reyna að gera þetta aðgengilegt fyrir fólk á vettvangi. Þá sem sagt svara ég bara spurningunum sem sagt eins og hvernig nýta deildarstjórar efnislegt umhverfi leikskóladeilda til að hafa áhrif á sjálfræði barnanna. Og þá svara ég bara með staðsetningu og reglum sem ákvarða notkun efnis, fjalla svo stuttlega það neðar á síðunni og vísa inn í bókina þar sem umfjöllunin er til að reyna að gera þetta aðgengilegt. En annars er þetta eins og með fleira að þeim meira sem að maður les, þeim minna veit maður sko. Nú, vilji barnanna til framkvæmda er með þessari setningu og fleiri sem að deildarstjórarnir sögðu mér staðfestur. Þau vilja innrétta sjálf. Og einn deildarstjórinn á yngstu deild talaði að henni þótti mikilvægt að börnin gætu runnið í leik
án þess að þurfa að hafa það orð við fullorðið. Þau gætu sjálf náð sér í leikarni án milligöngu sem sagt, og önnur talaði að börnin væru valsarar, þurfi að fara og ég vil sem sagt meina að hreyfingin svo mikilvæg, að fá að hreyfa sig rými og hreyfingin mikilvæg í þróun leikja, í samskiptunum og í þróun sjálfræðis. Og þá sem sagt það þetta, hvernig vinnum við með vilja okkar til að framselja völd yfir umhverfinu til barnanna. Og svo auðvitað, þegar við erum búin að því, þá auðvitað leiðir það til annara vandamála, ég kem að því hérna eftir. Og deildarstjórarnir þeir kvörtuðu það að það væri sækni í það að þær færðu í aðgengi, en svo kæmi annað fólk og færði úr aðgengi. Og það væri sem sagt mikil sækni í það. Að sumir væru alltaf að taka til, alltaf að sem sagt raða, færa skærin ofar, sem sagt taka sér svona völd sem að jafnvel var búið að segja, það sem deildarstjórinn segir heiðarlega á fundi að svona ætlum við að hafa þetta, en samt þetta gert. Þannig að það alls konar vandi sem við glímum við. Og það sem að sem sagt, þetta flókin staða, en það sem að gert til að leitast við að gera væntingar efnisnotkun skýra, það afmarkanir leikefni, merkingar, það merkt fyrir leikefni í hillum og slíkt, hlutverk herbergja, það leitast við að, og þarna vil ég meina að við erum að reyna að skapa þetta stofnana sjálfræði, þetta flókið umhverfi, hlutverk herbergja skýrt og þegar efni flæðir út fyrir afmarkanir sem gerðar eru, þá tala deildarstjórarnir að nota blinda auga þegar vel gengur. Síðan auðvitað velti ég því fyrir mér áfram að ég myndi örugglega vera þannig að það myndi aldrei ganga vel hjá mér, þannig að enginn væri blindur gagnvart mér og þannig að það vont að vera sá sem alltaf uppgötvaður þegar maður að fara yfir þessar afmarkanir. Ég ætla að lesa hérna fyrir ykkur. Þegar ákveðið hefur verið að styðja við sjálfræði barna og virða þannig borgaraleg réttindi þeirra, þarf stöðugt að skoða hvernig hægt sé að gæta þess að öll börn njóti réttinda sinna. Ef til vill taka kennarar þá afstöðu að afhenda börnum völd og láta þau sjálf að deila þeim með sér, til dæmis yfirráðum yfir leikefni. Þá afhendum við það því að það ekki þannig að við tryggjum jafnræðið með því að afhenda þeim bara völdin. Heldur sem sagt glíma þau þá við ójafnvægi. Þá hætta á að sum börn verði undir í glímunni yfirráð. Áhrif slíks væru að börn lærðu að þeir sem hafa aðstöðu til megi ráða á kostnað jafnræðis og hefði því neikvætt menntunargildi. Og þarna sem sagt ég að velta fyrir mér Dewey sem talar neikvætt menntunargildi. Hættast á að við kennarar höldum völdum og yfirráðum á
á kostnað barna og þeirra menntandi áhrifa sem þau geta notið í samspili við efnivið skólana. Nú bakka ég, nú með þið komið fyrst. Þetta er bara svo rosalega spennandi. Umhverfið bara, ég held að umhverfið og skipulagning umhverfis leysi svo óendanlega mörg vandamál, til dæmis bara eins og manneklu og að fólk þreytt ef að börnin fá að innan ákveðna marka, þau eru náttúrulega ekki bara svona hugsunháms eitthvað, en ef við þurfum ekki alltaf að hlaupa á þjóna þeim og ná í þetta og ná í hitt og eitthvað svona, þá gefst líka tími til að til dæmis tala við einhvern sem ekki mjög það vantar náþroska eða eitthvað svo við, og við teljum okkur alltaf vera að vanræða til að myndast þennan tími og þegar hinbörnin eru alveg eins og þú sagði flæða í leikinn, að þá þetta gerum við til dæmis úti og séu að þau flæða í leikinn og við erum ekki svo mikið að skipta okkur af því, þá er svo gott tækifæri til þess að tala við einstaklingum. Og haldið þið að við nýtum þann tíma nægilega vel til þess? Örugglega ekki alltaf. Já, fyrirgefðu. Getur þú útskiptið þetta aðeins meira með blinda auga? Já, blinda auga sem sagt var það þegar maður sér en velur að já, sem sagt veit að ég ekkert athygli eða svoleiðis sko. Horfið framhjá því. Þegar efni við flæddi á milli svæða. Já. Og ef það var gott. Ef það gekk bara vel. Já, og það eins og til dæmis man ég eftir sko að leikur átti sér afmarkanir. Það var dúkkukrókur eða hlutverkakrókur og síðan var leikur með lest og þessir leikir sko komu mjög oft saman, flæktust sko einhvern veginn hvor inn í annan og án þess að það virtist hindra leikina. Mér fannst það frekar vera sem sagt svoleiðis, við töluðum það síðan, þá sá deildarstjóri þar sem að þessi leikur átti sér staða, þá skoðaði ég þetta sem sagt í þáttöku athugun og svo ræddum við þetta og þá sem sagt fannst okkur það að þetta væri frekar auðgandi heldur en að við værum með þessar skýru afmarkanir. En ég velti samt fyrir mér sem sagt þessum vanda að sumir þurfi að hafa afmarkanirnar af því að þeim gengur illa. Sem sagt ég held að við verðum svolítið að fara hægt þarna. Ef að það er eftirsóknarvert að fá að fara út fyrir afmarkanirnar, að fleiri fái þá að gera það. Og ég held að þetta sé svolítið sem sagt þetta stofnana sjálfræði. Þetta er svolítið vandi að væntingarnar séu skýrar. Að er búið ákveða þetta að svæðinu séu svona, að það er svo margir sem eiga svo erfitt með blinda auga og erfitt með að mjög athyglisvert þetta með blinda auga. Já, en sko, já, sem eru svo sko stífir á snaggir að grípa inn í. Já, og aðrir eru þá kannski sko á hinum endanum. Já. Þannig að flæði alveg bara alltaf ég láta hlutin að gerast. Myndi maður ekki geta talað þetta svona bara svolítið út frá þessari ólíku sýn sem í gangi er. Þú svolítið lýst því á þess að kannski endilega orða það þannig að það er bara fullt, já, heima hjá mér og heima hjá þér og allt þetta, en líka í þessu að þarna er svolítið þessu viðhorf og viðhorfin sem eru inn á bara einni deild eru jafnmörg og fólki sem það stendur og þá er það og það er svo háð því hvernig til dæmis reglur eða hindranir, þú varst nú með afmarkanir sagðirðu, hvernig þær eru sko virtar eða settar í framkvæmd eða ekki og svona afmarkanir leikefni. Og þær eru svo persónubundnar sko. Er það ekki og það er náttúrulega dálítið það sem að við þurfum að draga úr að þetta sé persónubundið.
Þess vegna þurfum við að ígrunda þetta saman. Já. En þannig getur ekki verið að myndist inn á deildunum alveg sko þegjandi samkomulag milli fullorðinna og barna hversu langt má sveigja reglurnar. Mér finnst ég alveg hafa sko tekið eftir því að það er ákveðna... Já, hversu langt má sveigja þær? Já, hversu langt get ég sem sagt þá farið með mitt flæði í lestaleiknum inn í Duggukrókinn án þess að það verði komið einhver fullorðin og brýtt inn í. Kannski veit ég sem bara hversu langt ég get gengið í þessu og við hvaða aðstæður ég get gengið í þessu. Sko ég á mér draum það að við horfum á svona og flytjum það svo inn í samverustund. Af því að það í þessum núningi, samskiptanúningi sem svo mikil sko nám á sér stað. Og ef að við flytjum þennan samskiptanúning inn í samverustund og ræðum, þá held ég sem sagt að fólkið í hlutverkaleiknum, af því að leikur hindrar ekki, leikur ekki svona á sér takmörk, þá getur fólkið í hlutverkaleiknum sko, það á sér undankomu auðið með lestinni sko, það getur bara yfirgefið svæðið í lestinni, af því að þó að það sé stórt fólk í hlutverkakróknum, að þá ekkert sem hindrar að það taki lestina og þannig geta þessi leikir farið saman og tengst sko. En gildir þetta ekki líka bara eins og með samskiptin, þú veist að leið og þau í Duggukróknum orðin leið á sig eða þetta fyrir að trufla þig, að þá bara gildir bara þeim finnst það óþægilegt, þú veist, eða sko þessi samræða og þessi þá samræða í samverustundinni leið að það farið að trufla leik einhvers annars eða þá þarf það draga þig eða eitthvað, skilur hvað ég veit. Já, meinar þau sem sagt að maður þurfi að leiðbeina þeim? Já, maður þurfi að kenna þeim sko það að þau sem sagt verða að bera virðingu fyrir hvort öðru og ef að leikurinn þeirra farin að skarast og koma inn og trufla hina, þá verða þau að ræða saman og hinn þá taka til þetta og bakka, ok, við erum að trufla þau. Það þarf að vera eitthvað svona Já, og það auðvitað það sem er dilemmað fólksins á gólfinu að þurfa akkurat að vera í þessu eins og þú segir. En ég ætla ekki að aðeins núna, ég svolítið uppbyggðan þarna út frá þessu þú búin að tala núna, sko þetta þess með, hver þekkir ekki þetta sko, það sem að sko er búið að sýta efni við inn í einhvern ákveðin ná við börnin og svo kemur einhver sem vinnur á deildinu og honum finnst þetta bara eiginlega engan veginn ganga upp og dögum að sitja öðust upp á hillu og sko þetta, hver má flæða og hver má ekki flæða og alltaf. Ég sé þetta svolítið mikið þannig að sko hver deild fyrir sig, þetta verður, við þurfum að leggja meiri áherslu á það að nýta tíma og ígrunda saman og komast sameiginlega að því hvar ætlum við saman að setja línu í þessu. Af því að þetta svo eitthvað sem vant fyrir alla, ef að einn lefur þetta og annar lefur hitt og einn lefur þetta og einn lefur hitt og þá veit að einhver hvað línurnar er. Sigrún? Já, myndi eftir í sambandi við þetta, hvort við þurfum þá að gera sérstaklega að skoða þessa leiki sem að við höfum alltaf svo litla þolinmæði gagnvart og þá eru þá leikir stráka, frekar en stelpna, leikir það sem er mikil hreyfing, það er mikil hávaði oft, það er mikil bara hreyfing á öllu svæðinu og ég held í sambandi við þetta að hafa áhrif á leik barna eins og þú talar hérna fyrst að mér svolítið hugleikið þetta með hressa stráka og hressa stelpur á leikskólanum hvað skilaboð þau fá alveg frá byrjun vegna þess að bæði leikskólar margir ekki byggðir fyrir þessi áhuga svið það alltaf verið að stoppa þessa leiki og það verið að beina þeim það oft þetta sko viljið ekki fara út skilaboðum vanhæfni sína. Já, og þeir fá þessi skilaboð alltaf að það sem er þeirra áhugasvið og það sem eru þeir eða þau að það sé ekki viðurkennt. Við með tilhörðu þessu. Já. Að sem sagt ég gott að við fataklegin það getur sett krók á það það kannski ég krókun og klósett og deil það verður með mjúka bolti fataklegin það bara það gerist ekkert Já, góða punktur og einmitt það var eitt af því sem kom inn á hjá okkur það var þetta með
nýting fataklefanna sem sko meira heldur en bara þetta herbergi þar sem maður fer úr og í, heldur einmitt til hvers getum við nota þá í leikbarnana. Lilja Björg? Ég var að hugsa með með lestina og túkukrókin. Var það lest svona litli teinar? Bríó. Eða voru það stólar? Nei, bríó. Mín verður mjög lítill, skoðan að veit. Já. Mín verður mjög Ég held að við lendum oft í mestu vandræðum með eins og þetta að bera leikefnið á milli svæða og svona þegar við erum að létta af einhverjum svona stífum takmörkum, einhverjum miklum múrum. Ef börnin eru vön því að þurfa sko vera undir einhverjum stífum reglum, við erum að létta því af að þá er það að pröfa sér svo mikið hvað þau geti leikt sér mikið. Sjálfræði verður til við átök. Yfir aðgerð og smám saman verður til ábyrgð, þekking og færni. Já, en sko svo þegar þau fara að læra meira að það er ekki alltaf verið að stoppa. Þú farið að leika þér svolítið friði og þú farið að fara á milli verkefna og svona að þá hætta þau að vera svona upptekin við það að pröfa hvar stoppið er. Og það er einmitt sjálfræðið, það er að fá að bera ábyrgð. Og sem sagt, til þess að öðlast sko sjálfræði, til þess að verða flinkur í því að fara með umboð fyrir sjálfan þig, þá þarftu að fá að takast á yfirráð, þú þarft að fá að hreyfa þig, þú þarft að fá að taka ákvarðanir sem að ekki eru alltaf bara algjörlega öruggar. Og þannig öðlastu smám saman ábyrgðina. Og ég held að það fyrst þarft að fá valdið, svo þarftu, þá öðlastu ábyrgðina. Það er ekki þannig að við, og mér stundum að við segjum sko að þau eiga að klæða sig í sjálf. Og þau eiga auðvitað að gera það, en það er kannski bara hundleiðilegustu völdin sem við erum að rétta. Skiljið ekki. Hver vill ekki fá aðstoð með stígvél? Það er svo knappt á fjörustrákana. Ég er með 4 svona fótboltastráka, elstu deild. Og þeir koma skólið með hanskana og takkaskóna og búningina og allir mannum. Og við verðum bara að hleypa þeim út í garð, þess að við erum bara í fótbolta. Og svo er það kannski, mann komnir á stuðhús og ból, og það er svona, það er kannski svona 50-50 sko, það skilja ekki. En svo hefur við spurt og þau förum svo allir hinir fara út. Strákar, hvernig á maður að klæða sig? Og þá hefur sagt, ef þeir eru alltaf að hreyfa ykkur, þá getur þeir léttklæð. En ef þeir kannski bara sitja og moka, þá kannski gerir flíspeysu og buffa eitthvað úr. Það er svona þeirra að þjá það við út og líka sagt til. Og þeir sagt það. Þannig að þeir eru komnir með þekkinguna að ef maður ætlar að sitja kyrr, þá þarf maður að klæða sig betur. Þetta er mjög mikilvæg þekking. Þetta er nefnilega mjög mikilvæg þekking. Og eftir skamma stund þá eiga leikskólabörnin að hafa forræði sjálf sig, miklu meira heldur en þau hafa í leikskólanum. Á grunnskólalóðinni, þá eru þau bara, það er akkurat. Ætlar þú að segja? Nei, fyrir ekki. Já. Og börnin þurfa að fá að drösla með sér stólum og leikefni. Og þetta kom víða fram, þessi sama skoðun. Það er aftur þarna þessi hreyfing með leikefni. Sagt það? Sko, ég bara er með lausn á þessu með blinda auga. Já. Ég meina, þú veist, það eru útbúnir staðir og hvert hlutur á sín stað og það talaði mikið um merkingar og allt það. Síðan bara má fara með leikefni á milli, en þegar það tekið til, þá fær að pjara bara hvert að setja sinn stað. Það er að vera flóknar um það. Já, það kemur líka einmitt fram hérna að svoleiðis var gert hjá stundum einmitt, eins og þú segir, að það mátti fara en síðan þurfti það að fara á mert. Það er bara eins og einn stað þegar
er tekið til, en það má flæða leikefni því að ég held að það getur vel prófið sér áfram svona svolítið og það getur ekki til, það verður til áreistrar og þannig þeir eru bara pínir til að kenna samskipti og aðla sjálfræði, en sko svo bara hættaðu því og þetta verður bara auðgandi leikur sitt á hvað, en svo fer bara allt á sín stað þegar ég sem sagt las niðurstöðurnar þá finnst mér að sjálfræði algjör lykilfaktor. Hvernig sem sagt deildarstjórarnir ýta undir sjálfræði en líka hvernig stundum þær sem sagt ýta undir stofnana sjálfræði sem að Danirnir tala hvernig deildarstjórarnir skýra til þess að börnin fái skýrt þær væntingar sem eru gerðar til þeirra. Og þarna fólkið á gólfinu með þetta dilemma af því það þýðir ekki sem sagt bara að hleypa öllu lausu og svo verðum við líka að viðurkenna að þetta eru átök takmörkuð gæði. Ég held að ég sé komin að Fannst þér þú upplifa mikið að því þú hjá eftir og sagðir áðan þegar var verið að færa efniviðinn til þeirra til að náttúrulega hafa þau nær þeim og gefa þeim meira valdi yfir þeim en svo sagðir það væri ákveðin hópur þá starfsmanna sem aftur tók svo völdin og fór að færa upp og svona, fannst þér þetta vera í ríkumvæli eða? Þetta sem sagt sko það sem að deildarstjórarnir töluðum að ættu við að glíma. Þegar að þær ætla að breyta að þá sem sagt goggunarröðin svona. Og ég nýbúin að lenda í því sem leikskólastjóri og mér finnst þetta svona athyglisvert finnst mér hver má sko stjórna hverjum að ég kem inn sem sagt og velti við húsgagni inn á deild. Og eftir augnablik sem sagt alveg nýráðinn starfsmaður búinn að velta því við aftur svo ég sé nú ekki að trufla börnin. Sko, og þau sem sagt með því að velta húsgagninu við að þá sem sagt bjó ég í rauninni til nýtt húsgagn sem allt í einu vakti athygli en svona áttu þetta ekki að vera. Og það sem sagt þetta hver má vera með rassakost og hver má það bara ekki. Og við þurfum bara svolítið að tala skýrt hvert við annan. Og eins og einhver kom hérna áðan, þessi sameiginlega gagnrýna ígrund. Gagnrýna, það rosalega mikilvægt að við séum að ýta við okkur sjálfum. Og það kemur líka fram hjá deildarstjórunum að börnin ýta við þeim þegar að við gefum þeim aukið frelsi. Þá ýta börnin við þeim af því þær sjá að þau vilja gera öðruvísi heldur en alltaf gert. Þau kannski hlýða okkur alltaf og nota ekkert að rassinn og hægri framhandlegg í marga klukkutíma á dag. En leið og við bjóðum þeim eitthvað annað þá vilja þau annað og meira. Við þurfum alltaf að vera að skoða hvernig þau gera og reyna að fylgja þeim eftir frekar en að ákveða allt fyrirfram, segir einn deildarstjórinn. Og stundum finnst mér ég of óskipuleg, en stundum sé ég bara að það gott að vera það og geta látið börnin ráða meir. Svo hérna síðasta glæran mín. Og hún þetta að þetta eru átök takmörkuð gæði. Við verðum að muna það. Og það eru sem sagt nokkur 2 ára börn í miðrými skólans að leika sér og þetta voru 3 bílar, enginn þeirra var eins og það var greinilegt að þeir voru ekki þetta var Fiat og Benz og þið veist. Það var ekki allt jafn góðu bíl. Þetta voru ekki jafn góðu bílar. Strákur og stelpa komu inn og strákurinn ætlaði á einn bílinn en stelpan ýtti við honum og náði bílnum. Strákurinn fór þá á annan bíl. Strákurinn sagði lítið en keyrði á bílnum sínum. Stelpan gerði það líka en fór svo af sínum bíl og strákurinn var fljótur að fara á hann og skildi hinn eftir. Þá kom stelpan aftur og tók í stýrið á bílnum og sagði minn bíl.
Strákurinn fór strax af bílnum og á hinn aftur og svo kom mamma hans að sækja hann. Þannig að ekki fekk hann þennan bíl þann daginn nema mjög stuttastönd. Þetta verðum við líka að sjá. Staðfesta. Hver er goggunarröðin á efnislega umhverfinu sem við bjóðum með? Vilja þau vera í holokupunum? Erum við að segja að þau eru bara alltaf svo góð að leika sér? Þau eru alltaf svo góð að leika sér og hann sem sagt lærir það að fara bara út á kant þegar að henni hentar. Og við þurfum að gera okkur grein fyrir að þetta eru, sem sagt, við erum með takmörkuð gæði. Og ég myndi ég vilja það að við værum með minna takmörkuð gæði. Til dæmis að því við segjum að leikurinn sé okkar fremsta námsleið. Auðvitað myndi maður vilja geta komið með af bókamarkanum ofboðslega flotta dýrabók og farið og keypt ofboðslega flott plastdýr, sko bara hvert einasta dýr, og lagt fram sem leikumhverfi. Auðvitað myndum við vilja geta gert þetta. En við erum alltaf að glíma við takmörkuð gæði. Líklega eru líka eru gæðin takmörkuð, alveg hreint sama hvað við fáum mikið, því að við fáum líklega aldrei nóg. En við þurfum að stjórna þessu, meðal annars með því að láta frá okkur stjórna annars. En við þurfum að vita hvernig við gerum og skoða hvað verður til. Nú er ég búin. Já, eigum við ekki bara að klappa fyrir og ég sé nú að við eigum sem sagt 3 mínútur eftir. Jæja. Ef að þessi klukka er rétt og en ef það er einhver sem brennur inni með einhverja eina spurningu eða eitthvað, þá getum við kannski tekið. Þetta er mikið efni til að hugsa um. Þú hefur skilið okkur eftir með fullt af áhugaverðum. Já. Við hefum ekki lesið þetta, við svolítið fórðum eitthvað hvaða langa tíma þú notar í þetta verkefni. Við sem sagt byrjuðum starfendarannsóknina 2007 og síðan aflaði ég sem sagt minna gagna ári síðar byrjaði ég. Hvernig fórstu svo að vinna með? Svo kláraði ég 2010. Hversu lengi varstu með og fylgjast með á leikskólanum og tala við deildastjóra? Já. Var það alltaf frá 2007 eða? Ég tók sem sagt á hverju deild var ég 2 sinnum í 2 klukkutíma í þátttökuathugun og síðan tók ég klukkutíma viðtöl við deildastjórana og síðan náttúrulega höfðum við þessi gögn okkar, þessi að þau hafa áhrif inn í mína rannsókn, satt að segja, af því að við gátum til dæmis flýtt okkur að fara að tala eins og ég gat sagt, manstu þegar að. En hversu lengi voru þau að fylgjast með barnunum, það sem ég er svona að sækjast eftir, að sjá hvort þetta virkaði, hvort þetta var, hvaða langa tíma voru þau að nota þetta með að þau sóttu sjálfefni við og... Til dæmis, eins og til dæmis bara þegar við gerðum svona hluti eins og að þær lækkuðu borð. Þær lækkuðu ekkert öll borðin, en lækkuðu borð. Og sáum við bara aðra virkni. Og þær segja að töluðu að þau færu að nota borðflötin á annan hátt, heldur en þegar borðið var hátt. Eitt af því sem þær gerðu það var að fara niður í hæð barnanna, sjálfar, að fara á hnén. Og þá var ein sem sagði ég var alltaf búin að vera að benda þeim út á sjóinn að sjá bátana. Og þegar ég fór sjálf niður, þá sá ég bara hólinn fyrir utan. Og þannig að þau hafa spurt sig hvaða lygasögu lifir þessi barn. Og Háleitu sýnir þetta. Háleitu sýnir þetta.
Og svo gerðust svona hlutir eins og sem að mér fannst vera svo mikilvægir í starfsverndarrannsókninni, að það sem sagt þessi valdefling sem að felst í því að við séum að vinna með kláru fólki. Það að segja að margar frásagnir sem sagt það sem að deildarstjórarnir að segja sko hvað börnin eru flink og hvað þau eru klár og hvað þau sko segir bara þetta 2 ára gamall segir þetta eru töfrar segir og svona sem sagt og þá verður maður svo stoltur sjálfur að þetta verður svo hvetjandi fyrir mann til að halda áfram að vinna með svona kláru fólki. Þannig að sko okkar samstarf í rauninni 2007-2009 en ég auðvitað vona maður sem að starfsverndarrannsókn sé þannig að hún hafi ýtt við manni þannig að maður haldi áfram að prófa og eins og afmælisormurinn sem að ég nefndi áðan að þetta skiptir svo miklu máli staðsetning hlutana og það var einn deildarstjórinn sem að talaði sem að mér fannst vera svona sko lærdómur fyrir mig að hún sagði sko að hún hugsaði ég vil að börnin síni foreldrunum en ekki sem sagt að einhvern veginn að þau fara að skoða saman sko að það þurfa að lyfta mér upp til að ég geti skoða með pappa mínum heldur get ég farið og þá er það aftur sem sagt þessi hreyfing að ég fer hondur sína þér og síni og það sé í þeirra og fer í burtu þegar ég vil en það er ekki að setja mig niður og þá fannst mér svo gott að hugsa þetta svona eins og hún sagði sko ég vil að það séu börnin sem sýnir foreldrunum ekki bara að foreldrarnir sjái heldur sem sagt að barnið sé þessi virki aðili. Ég held að þetta sé alveg frábær lokaorð og bara vil þakka ykkur öllum kærlega fyrir komuna vonaði haldi áfram að tala og hugsa eins og við öll örugglega gerum. Takk fyrir hann.